rosalega skemmtilegt. Við fórum að ég náttúrulega ég kom til Bandaríkjanna klukkan 2 á mánudegi. Ég fór beint á hótelið, náði fötin mín, skráði mig inn og svona vesen, fer á hótelið mitt sem var ekki sama hótel, henda með draslinu og svona og fer aftur á hitt hótelið og það var alveg klukkutíma á milli sko. Við förum út að borða, þá tilkynnaði þetta hérna, kasta á tilkynnið að þetta sé sem frí þraut á miðvikudeginum sem var 750 sund, 8 km hjól, einskýra og hlaupið hérna Microwave Mountains upp og niður hæðir 11 km. Í miklum hita. Í miklum hita. En þetta var mjög óvænt af því að held allir að mótum myndi byrja á föstudaginn. Já, þetta var alltaf mjög óvænt og allir bara Jason Khalifa bara, þú veist hérna og ég náttúrulega bara hey! Þegar ég heyrði fríþrautina og líka það að við fengum að vera með blöfkur í sjónum. Þú veist, það bara svo miklu léttara líka og þegar þú vanur sundmaður þá þetta ekkert mál. Þannig í rauninni tók ég bara sundið svona ákveðið bara en ekkert að vera að keyra mig of út og svo vissi ég hjóla, það ekkert mál fyrir mig hjóla en það var náttúrulega ekkert eðlilegt hjól, þetta var náttúrulega ógeðslega mjúkur sandur og það var náttúrulega bara einskera hjól, þú varst bara á fullu og þarna Chad McKay frá Ástralinn sem náttúrulega vanur við að æfa í sko 30-35 gráðum. Það voru 33 gráður þarna og þegar ég kem úr hjólinu á hlaupum við og það var náttúrulega bara upp og niður og hól og hæðir endalaust og rosalega lausmjöl á mörgum ferjum og hérna og þá náttúrulega bara fer ég að finna fyrir því svona einhverju að ég sé eitthvað að vera svona hálf sljór. Ég tók bara einn Gatorade brúsa með mér sem ég límdi á hjólið mitt eða teipaði hjólið, ríf hann af og því ég fæ fyrstu 100 stigin þegar við hlaupa eitthvað 500 metrar upp brekku því ég fæ fyrstu 500 stigin þá tek ég bara Gatorade-brúsan og svo fyrstur sko og hérna taka hálfan, þá var smá eftir og ég bara já, það bara 11 km eftir, þetta er ekkert mál og svo vissi ég að það voru 3 stoppistöðvar og það var bara vatn og þegar ég svo bara eftir 20 mínútur var ég búinn með brúsan og þú veist, þá var alveg góður klukkutími eftir og hérna við vorum bara að klífa hæður og hóla og svo náttúrulega þegar Chad McKay kemur á síðustu stoppistöðuna þá tek ég vatn, blöpp og það var náttúrulega bara smá í glasinu, svona raukt svona bjórglas það var smá í glasinu, ég tek það og bara ég fann bara það bara gaus úr mig strax sko. Varstu ennþá undan þarna? Þá var ég ennþá undan, þá tekur hann þarna nær hann mér, loksins, það var síðustu stoppistöðun sko. Og þá vorum við svona áttur nokkrar brekkur eftir niður og svo varstu bara komin á sléttuna. Og svo þegar ég að svona hlaupa, þá finn ég bara fyrir líkaminn á mér svona skringir og ég hendur mér á mér bara eins og einhver, ég veit ekki hvað, eitthvað spaghetti sko. Svo fer ég svona heyrni, ég fór bara svona og allt fór að heyra skringilega og sjónin bara einn punktur og ég sá alltaf bara buxurnar á honum, hann var með svona gel í buxunum sínum. Ég spurði hann nokkuð sem ég mætti ekki fá gel og hann bara, ég held nú ekki sko. Það var náttúrulega alveg búinn á því sjálfur, þannig að ég skil hann alveg vel sko. Þegar maður fáið gel, fær hann fram úr honum sko. En hérna, svo náttúrulega bara man ég ekkert, svo bara slökkna á mér einhvers staðar. Ég held ég hafi átt svona 15-20 mínútur eftir þegar slökkna á mér. Ég bara sé þetta seinna, myndina á mér, bara koma í mat og svo bara leggjast niður, can somebody help me please og ég er bara dauður sko. Kannski bara heppinn að ná að klára, það var ekki meira eftir. Já, nákvæmlega. Ég veit ekki hvernig það hvort maður hefði klárað það eða ekki sko. En hérna, svo náttúrulega ég bara látið liggja hjá á börum eitthvað og þetta var rosalega skrítið. Ég var bara í einhverju, það voru allir að reyna að drepa mig og það voru allir eitthvað á móti mér og allir að fela ísbæði frá mér og þú veist, ég var bara í einhverju rugli sko. Og bara svo þegar hann ætlaði að gefa mér sem sagt svona fluid í æð sko, þá bara shit! Þá held ég þau að fara að eitra fyrir mig sko. Þau voru bara að fara að taka mig á landi og bara drepa mig. Ég var svo klikkað þessu. Svo kom Annie mist og voru að reyna að spjalla við mig eitthvað. Ég þurfti að svara 2 spurningum, hann stöði að taka mig á sjúkrahúsi. Hún bara spurði basic questions bara, hvað dagur er í dag númer? Og ég bara, og hvar ertu númer? Og ég bara, ekki hugmynd sko. Þannig þeir fóru með sjúkrahúsi og ég fekk ykkur aðra 2 lítra í æð, át alveg helling, drakk alveg helling og svo voru þeir að hringja í mig alltaf. Hvar ertu, þetta er að koma, þú verður að klára hans dottun, þannig að þetta bara hættu sko, þá ertu bara til skólifæ. Og ég bara, shit, ég er náttúrulega ennþá svona hálfruglaður og þá kemur kona mín Elín, hún bara, þú verður að klára þetta. Og ég bara, það? Ok.
Þannig að ég fyrir eitthvað svona að spurja lækna og hann bara nei, þú verður að vera yfir nótt sko. Og ég bara ok, en svo fer hann út þarna og þá spyr Elín sem sagt hjúkrunarkonuna hvort það sé nú ekki í lagi, ég keppi, þetta er bara einhverja 1 mínúta hlaup yfir einhvern hundibanna þarna. Og hún bara, jú, pröfu þessu, það er ekkert maður, þú ertu bara duglegur að drekka morgun og borða og svona. Svo þegar ég ákveð það bara að fara og keppa, þeir hringdu mér loksins og ég segi bara, já, náðu í mig, ég er að fara út. Þannig ég að skrifa undir eitthvað fullt af samningu eitthvað svona drasli frá blöðum frá lækninum og þegar þetta væri mín ákvörðun. Og svo þegar ég kem hana, þá eru þau búin að bíða eftir mig í smá tíma og þannig ég bara með Rich Froning, Jason Khalib og öllum þessum frægum Þú ert að flytja þeim rannsókn. Já, þeir hendur mig alveg síðan sko. Og svo náttúrulega bara keyrum við á þetta og ég náttúrulega bara með sko 10 lítra af vatni í mig bara ljópið eins og eitthvað svona vassblara þarna og endaði einhverju svona öðru sæti af einhverjum 45-6 sem mann í það var nákvæmlega sem var bara þokkalegt og svo náttúrulega bara fór ég heim kvöld eða sem sagt eftir og það var bara drukki og étu eða það sem ég var nú ekki mikla matalist en svo náttúrulega bara kláraði ég mótið enda í 24. sæti af öllum sem fyrstur af Evrópu svo þegar ég var komin heim þá fekk ég bréfið frá sjúkrahúsinu ruggar helvítishelling og og þá sá ég bara hvað ég hefði fengið sko. Það voru bara Rapto og það var bara allt rastlið og ég bara þá var ég bara bár og veikur sko. Þannig ég hefði ekki eftir í rauninni hefði ég ekkert mátt fara sko. En það var þeir voru svo fljótir held ég strákar hafa fengið Rapto og þá voru kannski búin að liggja heim í 3-4 daga áður en þeir fara að láta gera eitthvað ég fór náttúrulega var bara snar bilaður og þá var mér henda sjúkur strax og það kannski mér dældi í mig vökva strax og það held ég hafi bjargað mér sko. Þannig að hafa talað kannski að þú væri með óráði út af hitanum en þú segir að þetta hafi verið kannski bara Rapto? Þetta var náttúrulega Rapto, þetta var dehydration, þetta var exhaustion, þetta var bara allt rastlið sko. Ég fekk bara lista. Ég var náttúrulega bara spinning af sko.